Svona var vinnuumhverfið mikið til fyrir einkatölvuna. Kannast örugglega einhverjir við þetta hérna. En það sem við sjáum til dæmis þegar við erum að nota Windows, og flestir nota Windows, þá höfum við eitthvað sem heitir desktop. Þetta það sem við þekkjum. Og kerfin og þetta notendakerfi að taka það sem að fólk þekkti áður yfir í tölvuumhverfið. Við erum með ritvinnslu, við erum með fóldera eða möppur, við erum með skjölin og þarna voru allir að vinna í sínu skjali og ef þú ætlar að vinna með einhverjum öðrum eða láta einhvern annan kíkja á skjalið þitt, þá tókstu bara skjalið og réttir honum á næsta borði eða í póstin hérna. Þetta er ekki tölvupóstur, þetta er póstur. Svona vann þetta er búið að vera svona lengi síðan að PC-tölvan kom. Þá hefur þetta verið svona þessi leið sem við vinnum. En í dag þetta breytast aldrei mikið. Við erum að fara yfir í það að nota öll þessi litlu tæki. Desktopið er ekki lengur bundið við borðið okkar, það getur verið hvað sem er, við getum tengst tölvunni hvaðan sem er. Það er ýmislegt svona að þróast. En það sem við ætlum að horfa hér í dag er svona helst öryggisliðin á þessu öllu saman. Og ég ætla samt að byrja á að fara yfir hvaðan þetta kemur. Það sem hefur verið að gerast er að við sjáum hérna neytendavæðinguna. Að fólk hefur verið að koma með tækin í vinnuna og heimta það, ég vil fá þjónustu á þetta. Fyrirtækin voru ekki endilega að kaupa tækin, en fólk vil fá þjónustu, það vil kaupa þess og þessi tæki, yfirleitt síma fyrst, svo þetta að fara að koma út í spjaldtölvur í dag. Það eru sæti hérna hinum megin ef þið viljið. Og það með alls konar tæki, alls konar stýrikerfi. Og tölvudeildirnar og þeir sem vinna í fyrirtækinu, þeir að spyrja hvað ég var að gera, ég var að styðja þetta. Já, ok, styðjum þetta, hleypum inn, en hvernig stýrir því sem að á tækinu? Hvað tæki tapast? Það hafa verið öryggisviðburðir hérna þar sem við verðum að benda á það að ef eitt svona tæki týnist í leigubíl, þá þarf ekki nema næsti maður að taka tækið, slökkva því að það var kveikt á því, labba með heim, stingi í tölvu og ná í öll gögnin á tækinu. Þetta er svona hérumbil það sem hægt er að gera við þessi tæki. Það eru nokkra leiðir fram hjá þessu og það eru líka aðra leiðir sem að tengjast venjum og hvernig við notum tækin sem að skipta máli. Svo hægt að ganga hina leiðina og fara að setja eitthvað rosalegar kröfur á notandann, segja þú mátt ekki gera þetta og við læsum tækinu og ef þú gerir eitthvað vitlaust þá hreinsum við út á tækinu. Það er eins gott fyrir það að vera ekki með ljósmyndir inn á tækinu sem eru persónulegar. Þannig að þú getur tapað í öllu ef að tækið er væpað. Til dæmis ef það er slegið inn vitlaust password 5 sinnum, litli krakkinn kemst í tækið. Allt þurrkað út. Tækin eru komin í vinnuna út af því að notendur vilja frelsi. Þau vilja ekki einhverja þunga klafa öryggi, heldur þeir vilja frelsi. Þeir geta vilja valið það tæki sem að þeim henta fyrir hverja stund dagsins. Ég er ekkert að nota það sama tæki stöðugt. Þó síminn yfirleitt fylgi þá er kannski eitthvað annað sem að ég kýs að nota öðrum stundum, hvort sem það er spjaldtölva, borðtölva, heimatölva, vinnutölva. Ég vil geta nálgast allt vinnuumhverfið frá öllum þessum stöðum. Svo er það hitt að fólk vil geta unnið saman. Ég vil vera viss það að ég þurfi ekki að fara í gangi gegnum mjög miklar þrautir til þess að koma skjali til vinnufélaga míns, svo hann getur verið að vinna í skjalinu. Ég vil geta miðla því sem ég er að gera og svo framvegis. Og þetta er dilbært. Við viljum tækin verða þessi hluti af lífstílum, eins og ég held að eitt erindi fjallum hérna, ég held að það hafi verið hérna áðan hinum megin, þar sem að Sofía var að fara yfir meðal annars hverju tækin hafa breytt. Það er ekki ennþá búið að ráða í það hvernig fyrirtækin ætla að stjórna þessum tækjum. Áskorunna fyrir upplýsingatækni, þetta eru gamla tölurendar, þetta er síðan 2010. Það voru helstu vandamál, þar að segja, þegar yfirmenn í upplýsingatækni voru spurðir eftir árið 2010, þar að segja í ársbyrjun 2011, hverju voru helstu vandamálin. Helstu vandamálin voru þessi, og þetta var nýtt þá, það er þessi notendavæðing. Áður voru móbæl notendur inn á listanum eftir, en þessi notendavæðing eða neytendavæðing var komin inn á listan. Út af því að notendurnir voru farnir að koma með tækin sín í vinnuna. Það voru ekki endilega tæki sem að
vinnan keypti fyrir notendur. Öryggi eitthvað sem skiptir þessu aðalega máli. Hvað ætlaðu að gera? Ég er búinn að segja það áður. Og vandamáli hefur hingað til að það er ekkert eitt rekstrar PC-tól. Það er þessi hefðbundin PC-rekstratól sem hafa virkað fyrir öryggi á snjalltækjum, símum eða spjaldtölvum. Nú, hvað þarf að gera? Það er margt hægt. Við getum skráð tækin, við getum læst þeim með einhverjum reglum. Oftast hefur þetta verið bara mögulegt í gegnum tölvupóstinn. Það er hægt að nota ActiveSync eða eitthvað annað til þess að setja reglur á tæki. Nú, sum tæki bjóða upp á dulkóðun, ekki öll. Sum að hluta minni. Það er mjög fá sem að styðja að dulkóða allt minnið í tækinu. Þannig að ef að tæki týnist, þá eru gögnið samt varin. Og eitt af því sem er hægt að gera í dag er bara að tryggja að það séu ekki gögn á tækinu. Reyna að nota þjónustu sem að vista sem minnst á tækinu. Velja það að synka póst bara viku aftur í tíman, nota vefþjónustur og svo framvegis. Þetta er eitthvað sem þetta gerist ekki á einni nóttu að fyrirtæki farið þessi leið að það þarf að búa til stefnu. Það er að fyrsta skrifið. Stefnan er þessi, notendur eiga að haga sér svona, við ætlum að bregðast svona við ætlum að nota þessi tól. Jafnvel getur verið valið að nota engin tól. Segja bara notendum hvernig þeir eiga að haga sér. En að miðla einhverju til notandans á þess að vista á tækinu, það hlýtur að vera mjög göfuleið. Ef við horfum á þennan enterprise hugbúnað, eða í öllu heldur bara hugbúnað sem er notaður í fyrirtækjum í dag, þá stöndum við í dag á þeim punkti þar sem að helmingur allra kerfa sem í notkun eru óháð stýrikerfi og browser eða vefsjá eða vafra. Og þróunin samkvæmt Gartner er á þessa leið að kerfin verða meira óháð því sem við erum að nota. Stýrikerfi, hlutverk stýrikerfins er að breytast og það hefur verið að breytast síðust ár. Til dæmis bara með sýndavæðingu netþjóna. Núna sýndavæðingu stýrikerfa fyrir notendur. Þá eru þau að skipta minna og minna máli. Nú, ef við skoðum, þetta er glæðra síðan í fyrra, frá Gartner líka, þar sem að þeir voru að sýna öll tólin sem eru spes fyrir mobile tæki. Það er engin PC-rekstratól þarna inni, en við sjáum að þetta hérna er SAP, þetta er SaaS-lausn. Það er til aðra grúi af tólum sem eru sérstaklega hönnuð til þess að sjá bara mobile tæki. En fyrirtæki vilja ekkert endilega vera að fjárfesta í nýrri lausn. En hér er til dæmis ein lausn sem að SAP á og hægt er að bæta við núverandi umhverfi. Þetta er sérstaklega þróuð lausn til þess að bara gera þetta, koma böndum á tækin. Þetta er eitthvað sem ég sagði áðan og sagði líka fyrir held ég 1 eða 2 árum síðar á svipaðri ráðstefnu að þetta muni breytast og þetta er að breytast í dag. Þannig að öll þessi hugbúnaðarfyrirtæki sem eru með þessi tól, þau hafa verið að taka eftir hvað bæði Gartner og aðrir eru að segja að þessu þurfa að breyta og núna eru komin tól sem að ráða meira við snjallsíma og spjaldtölvur. Og þetta er nýtt matrix fyrir client management og inn í þessu þetta heitir ekki lengur desktop management eða þess háttar, þetta eru client management. Þetta eru símar, ferðatölvur, spjaldtölvur, borðvélar og svo framvegis. Og það eru 4 lausnir hérna sem eru í þessum vinsæla kassa og ég ætla að tala sérstaklega 3 þeirra. Það standa misvel en aðilarnir eru allir að komast lengra inn í þetta. Þannig að ef þið eigið og margir eiga eitthvað af þessum tólum eða sambærilegum tólum, þá er hægt að fara að þróast inn í að fá þessar lausnir inn. Nú, SystemCenter var að koma út ný útgáfa 2012. Microsoft eru konu með töluvera virkni þarna inn, en
þetta takmarkast samt sem áður aðalega við Exchange Accessing. En ef fólk vill nota þessa lausn þá er Intune til dæmis sem software as a service lausn frá Microsoft mögulega líka. Hún gengur ennþá lengra heldur en System Center en sú lausn er hugsuð fyrir minni virkni samt sem áður. Þannig að System Center á að vera með mestu virkninni. Og það sem ég vildi segja líka, það er hægt að bæta við þetta. Þetta er meira svona modular. Frontsave er komið inn í System Center. Þannig að það er hægt að setja inn fleiri tól þarna inn. Ég er ekki búin að skoða þetta nógu vel en við erum með gott fólk í þessu. Nú Landesk, mörg fyrirtæki sem nota það. System Center, ég held að þessi 50% fyrirtækja sem eru með svona lausnir að nota Microsoft í dag. Þannig að alls ekki kannski sterkast af í en þeir yfirleitt koma með þá virkni sem þarf fyrir en seinna. Landesk er kerfi sem líka mörg fyrirtæki þekkja en ég held að það hafa engir ennþá sett upp þennan pakka. Og þeir hafa samkvæmt Gartner verið töluvert framalega og verið mjög framalega í þessari lausn. Og samkvæmt ITC minni mig líka hef ég verið að lesa. En þetta er líka svona modular. Það er hægt að setja inn, ef ykkur vantar meiri virkni eins og security virkni, þá er hægt að setja það þannig. Ég ætla ekki að kafa neitt að neinu ráði í þessar lausnir. En svo keypti 2010 IBM BigFix og það er núna Tivoli Provisioning Manager sem er þá einn módúll sem hengst við aðra Tivoli lausnir. En það er hægt að keyra þetta sjálfstætt til viðbóta við önnur kerfi eða þess háttar. Þetta kerfi gengur mjög langt í öryggi. Það er agent sem er á tækjunum og framkvæmdum er eftirlit sjálfur en yfirleitt er eftirlit í þessum tólum framkvæmt frá netjóni. En í þessu þá næst hærra öryggisstig vegna þess að það er alltaf verið að uppfæra tæki. Alltaf verið að athuga. Agentin athuga hvort að tæki standist og það agentin framkvæmir líka aðgerðir til þess að tryggja að tækið sé að standast kröfur. Þannig að það þarf ekki netjón eða neitt utanákomandi til þess að tryggja þetta. En ennþá er þetta ekki orðin, þetta er ennþá þannig að þessi lausn að það sér svona ekstra verkfæri, sér gluggi sem að þarf til þess að reka þetta. Nú, lausnirnar, nú erum við búin að tala um tólin og ég ætla svona aðeins meira að tala um aðra lausnir. Við erum búin að tala um tölvupóstinn, það er hægt að gera skráasöfn aðgengileg, en flest af þessum tólum er að vista eitthvað á tækinu. Þannig að fyrirtæki lenda, þó þú sést að vista eitthvað miðlægt, þá ertu ofta að lenda í því að hugbúnaðurinn sem þú nota vistar eitthvað á tækinu. En á móti það má segja hver er að dulkóða ferðartölunar. Ef þú tapar tölvunni, ferðartölunni, menn ekki nákvæmlega sömu vandamálum þar. Þessar lausnir, þessi hugsun á alveg eins við ferðartölunar eins og við þessi snjalltæki. Þess að við þurfum líka að venda þær. Kannski minni líkur að fólk skilja eftir ferðartöluna í leigubílnum eins og síma sem dettur á vasanum og verður eftir í sætinu. En það þarf líka að hugsa um það. Og svo eru þessi kerfi komið þannig að það er hægt að vera að vinna í kerfin fyrirtækina án þess að það sé að vera að vista eitthvað á tækinu. Bara vefþjónustur. Og það er það sem margir er að fókusa á að koma þessu til notandans. Það var annarkvort vefþjónustur, sem er ofta að nota líka vefþjónustur. Og það þarf að greina dálítið hvernig á að gera þetta. Nú, eitt sem hefur verið vinsælt umræðuefni er sýndaðing útstöða. Nota sýndaðing útstöða til þess að fyrirtæki eru mjög mörg að nota gömul kerfi sem er ekki hægt að birta notandanum í öllum þessum tækjum. Og þar að leiðandi hefur oft verið horft til sýndaðinga útstöða. Og það er til þó nokkra lausnir þar sem að gera þetta kleift. Það er hægt að setja upp VMware, Microsoft eða IBM VDI lausnir og birta þannig eitthvað sem keyrir í bakenda á hvaða tæki sem er. Þannig er ekki verið að vista neitt á tækinu. Það þarf enga dulkóðun vegna þess að engin gögn fara á milli. Öll samskipti eru dulkóðuð og endabúnaðurinn er bara birtingalag sem að eina hlutverkið er bara að birta gögn eða
öllu heldur skjámynd og taka við því sem að notandinn að gera. Svo það sýndavæðing hugbúnaðar. Með sýndavæðingu hugbúnaðar þá að koma nýja lausnir þar sem að hægt að búa til, svona hugbúnaðarskrá fyrir fyrirtæki, þar sem fyrirtækin geta birt hugbúnaðinn sinn á netinu. Og það sama, það hægt að varpa hugbúnaði sem keyrir í miðlægu umhverfi yfir á tækin. Það ekki verið að yfirtaka kannski skjáborðið eða desktopið eins og við þekkjum það, heldur verið að varpa hugbúnaðarum yfir í hvaða tæki sem Og til þess að gera þetta verið að nota HTML5. Applasti til dæmis dæmi svona lausn. Svo það sem svona búið að vera að tala töluvert núna, sýndavæða bara símann. Þetta mjög sniðugt, þá sett upp annað stýrikerfi, það bara sama við þekkjum í sýndavæðingu útstöðvar, netþjóna og svo framvegis. Það eru 2 stýrikerfi keyrandi á símanum. Notandi getur hoppað á milli, annað fyrirtækja stýrikerfið og hitt notandastýrikerfið. Þetta mjög flott leið til þess að gera þetta. Þá fyrirtækja umhverfið bara dulkóðað, ekkert hægt að eiga við það. Fyrirtæki stjórna því alveg eins og það vill. Ef það vill strauja eitthvað, breyta einhverju, þá getur fyrirtæki gert það. En ef að notandinn með sín eigin persónulegu gögn, þá eiga þau bara heima í hans umhverfi. Og þó fyrirtæki sé að gera eitthvað, þá hefur það ekkert áhrif á hans og svo öfugt. En ennþá þetta ekki stutt í öllum símtækjum og ég held að það séu bara 2 aðilar í Bandaríkjunum sem styðja þetta. Það að segja carriers eða símafélög. Þannig að þetta ekki ennþá, þetta ekki að verða, ekki orðið svona, almennings